og við byrjuðum sem sagt á því að reikna út þetta dæmi hér. Jú, við vorum með eitthvað svipað en við kláruðum ekki þetta. Við vorum með stýrða hálfbylgjuafröðun í síðasta tíma. Ekki að finna skrána. Og hérna erum við með stýrða heilbylgjuafröðun vegna þess að nú erum við komin með 4 díóður. Jú, við kláruðum að fara yfir tímadæmi sem var verið tímadæmi 3 síðast. Þá vorum við bara með 1 þýristor í rásinni, ekki þessar 4 díóður. En þetta er alveg sama stýrirásin. Þannig að það lítur mjög svipað út þannig séð, nema að núna erum við með stýrða heilbylgjuafröðun og við sjáum þá hérna hvernig spenna kemur út. Já, við fáum spennu við peruna þá fáum við hérna jákvæða spennu eins og eftir heilbylgjuafröðun sko, nema að hún er stýrð heilbylgjuafröðun. Sjáum það kemur hérna myndast spenna yfir þýristorinn, svo fellur hún hérna niður í 0. Ef að þýristorinn fengi ekki stýripúls inn á stýriskautið á þessu tímabili, þá myndi þessi rauða lína hérna enda bara hérna niður í 0 og fara aftur hérna upp. Og það yrði öll spennan yfir þýristorinn ef það er slökkt á perunni, skiljið. Þannig að, en núna ætlum við að skoða þessa stýrirás aðeins betur og reikna hana út þegar við erum með 4 díóður, afreiðisbrú hérna fyrir framan. Og hérna það er verið að reyna að finna út stærð mótstöðunar R1 og það þarf að finna út hvað hún var stór í vöttum, hver stór þarf mótstöðan R1 á mynd 533 að vera í vöttum, hvað það þola mikið að umbreyta raforku í varmorku, hvað þarf hún þola mikið. Og síðan hérna, hér er senespennan gefin hérna á D2, hún er reyndar 7 volt hérna í þessu. Hún var eitthvað annað, hún var lægri í síðasta dæmi. En þá bara dembum okkur í að reikna það út. Við hérna finnum út hvað er spennan yfir stýrirásina. Það er þá eftir afreiðuna, þá hérna notum við formúlu fyrir afreiðun og draugum 2 díóðspennufall frá. Það er 0,9 sinnum U, virkagildið, inn, 220 voltinn og draugum 1,4 volt og við fáum að spenna á stýrirásina er 196,6 volt, þess að jafnspenna meðalgildi. Og síðan draugum við hérna frá senespennuna og þá fáum við út spennuna yfir mótstöðuna R1, þessa hérna R1. Munið áður þá vorum við bara með 1 díóð í rásinni hérna fyrir framan R1 og þá vorum við ekki með þessa brú. Við reiknum fyrst spennuna yfir brúna. Ok, svo þegar við vitum spennuna þá getum við reiknað að því við vitum stærðin á henni, það er 6,8 kΩ, þá getum við reiknað út hvað hann þarf að þola í afli. Hérna ég var að teikna mynd af spennunni yfir álagið við 35 gráðu kveikihorn þýristórsins. Og þarna getum við ýmist reiknað tímann, tímann eða gráðurnar.
Það verið Hafnarfirði. Og sem sagt, nú erum við að gera þetta í kannski fyrsta skipti að átta okkur á því hvað með gráður og tíman, ja, kannski annað skipti, að þessar 35 gráður, þær samsvara 1,9 millisekundum. En hérna erum við með 90 gráður og 180 gráður og þannig að við getum alveg talið þetta út og við getum alveg merkt við hvenær stýripúlsinn kemur. Eru þið ekki með svona graf til þess að merkja inn á? Jú, ok. Þá merkið þið hérna inn á þetta við 35 gráður. Það er aðeins meira heldur en fyrsta strikið, lóðrétta strikið. Þið sjáu það er 90 gráðum er skipt upp í þrennt, sem sagt það er komið 30, 60, 90, það er 3 bil þarna. Þannig að setjum púls örlítið hægra megin við fyrsta lóðrétta strikið. Þar kemur stýripúlsinn og hann kemur tvisvar sinnum í heilli sveiflu, skiljiði. Líka eftir 180 gráðna því að þá kemur spennan aftur í jákvæða gildi og þá merkjum við aftur eftir 35 gráðnar og svo þessi púls, hann kemur aftur eftir 35 gráður. Eftir aðeins yfir 80 gráðnar, 180 gráðnar. Já sko, hérna er 180 gráður. Nei, það er bara 0 síðan líður tíminn og við teljum hérna er 30 gráður og 35 gráður og þá kemur púls. Þannig að ég bara teiknaði inn á þetta 3 púlsa til þess að geta teiknað inn á allavega 2 sinnum hvenær að spennan kemur yfir peruna. Og sem sagt þegar það við tökum tíman eða byrjum að skoða frá 0 gráðum og að 35 gráðum, þá er engin spenna yfir álagið eða yfir peruna. En þá kemur stýripúls og opnum fyrir týristorinn og spennan fer bara yfir álagið, yfir peruna og fer svo niður í 0 og þar hættir týristorinn að leiða. Hér er ekkert vandamál að slökkva á honum, hérna er bara hættur að leiða, það er bara slöktur. Það var vandamál í jafnströmmunum að slökkva á týristornum. Hér er ekkert vandamál, hérna fer bara í 0 strömmurinn og við bara bíðum eftir næsta púlsi. Og hann kemur reglulega vegna þess að við byrjum alltaf í 0-inu að hlaða þéttin í stýrirásinni. Ok, eftir 35 gráður aftur þá kemur púls og þá kemur aftur spenna yfir peruna. Og svo vantar þá bara síðasta skiptið hérna. Það kemur alveg eins. Ok, en spennan sem að vantar sem við sjáum, þegar við sjáum þessi spennu yfir peruna, það vantar smá hluta á spennuna. Við myndum líta á þetta sem heilbylgju afriðun, að það byrjar að myndast spenna yfir týristorinn sjálfan áður en að kemur púls. Þegar kemur púls inn á stýriskautið þá byrjar hann að hleypa í gegnum sig, þannig að hann opnar fyrir strauminn í gegnum sig og straumurinn fyrir gegnum peruna og spennan fellur yfir peruna, af því að það fellur bara mjög lág spenna yfir týristorinn, kannski 1,5 volt, bara sáralítið. Þess vegna teiknum við alltaf upp línu þar til að við fáum púls og þá fer spennan niður í 0 og aftur við 180 gráðnar þá byrjar spennan að myndast yfir týristorinn og fáum stýripúls og þá fellur spennan aftur niður í 0 og svona gerist þetta koll á kolli alltaf á nákvæmlega sama augnablikinu eftir 35 gráður. Af hverju er það? Hvað myndi gerast með peruna ef þetta væri ekki miðað við alltaf 0-punktinn? Þá fengjum við bara einhvern tíman kveikingu á týristornum, þá myndi ljósi bara flökta, bara
kveikja og slökkva einhvern veginn, skiljið. Það væri alveg hræðilegt. En sem sagt, að núllið í spennunni það, og síðan uppleysla á þéttinum, það gefur okkur þetta öryggi, við bara getum alveg deyft hægt og rólega ljósið til dæmis í þessu tilfelli. En ok, þeir eru búin að teikna þetta upp, frábært. Síðan, á hve stórt viðnámsgildi þarf að stilla R2 til að stýripúlsinn myndist við 35 gráður. Og þá gerum við ráð fyrir að brotspennan sé við 63,2% af zeta af 7 voltum eða 4,4 volt. Af hverju gerum við ráð fyrir 64? Af því það er 1 tíma stöðull, sem sagt. 63,2% af 7 voltum, það er sem sagt 1 tíma stöðull á þéttinum. Því að þá þarf Union Junction transistorinn að brotna niður og gefa púls. Og þá miðum við þetta. Við vitum stærðina á raðtengda viðnáminu sem er 5,6 kΩ. Við vitum líka stærðina á þéttinum, hann er 0,1 mikrofarad. En okkur vantar þá stærðina á R2. Þá finnum við þetta þá bara út og reiknum út sem sagt R2 sem er þá 13,4 kΩ þegar við erum búin að draga 5,6 kΩ frá. Þannig að R2 þarf að vera stilltur á 13,4 kΩ. Ok, næsta að lýsa vinnumáta Union Junction transistorsins sem er merktur T1 í rásinni. T2 er bara týristorinn. En T1, hvernig vinnur hann? Að þegar að þéttirinn hefur hlaðist upp í spennu sem að er jafn há brotspennu transistorsins sem er frá emitter til base 1 eða í rauninni þegar brotspennan er í rauninni nær yfir transistorin sjálfan, það er í rauninni ekki hægt að segja annað, en þá í rauninni nær base 1 nokkuð góðu sambandi niður í mínus, allavega spennulega séð, í gegnum mjög lítið viðnám, bara 56 ohma viðnám R5. Þannig að þetta er í rauninni spennan milli mínus og eða milli base 1 og Þannig að þegar að sú spenna er orðin það há að við náum brotspennu transistorsins, þá hleypir hann straumi í gegnum sig frá emitter yfir á base 1 og það er akkurat þá afhleðslu straumur þéttisins C1 sem fer þarna í gegn, svo fer inn á stýriskautið og myndast líka spenna yfir R5 sem að gefa okkur hæfilega spennu inn á gate, inn á stýriskautið og svo afhleður hann þéttin sem sagt transistorinn, hann hleypir strauminum í gegn og viðnámi, litla viðnámi, 56 ohma viðnámi, það afhleður þéttin náttúrulega líka hæfilega hratt í rauninni og þannig sendum við púls inn á stýriskautið. Segir, þegar næg spenna hefur myndast yfir þéttin C1 kveikir Union Junction transistorinn og sendir straumi í gegnum R5 og sendir stýripúlsinn á týristorinn T2. Það er það sem hann er að gera í þessari rás. Ok. Hefur þið búin að ná þessu eitthvað niður Já, ljómandi. Og svo höldum við áfram. Allt í fína.
Að teikna mynd af spennunni yfir álagið á mynd 533, þetta álag hérna, ef stýripúlsinn kemur við 120 gráður eftir að riðspennan fer í gegnum núllpunktinn. Ok, 120 gráður, þá þurfum við bara að átta okkur á því, hver 120 gráður hérna? Jú, það hérna 90 pluss 30 hérna. Já, ok, það passar. Við getum sett stýripúlsinn hérna við 120 gráður, svo aftur fer í 0 hérna og þá aftur hérna 120 gráður, því að hér myndast aftur jákvæð spenna eftir að við erum með 4 díóður og svo einu sinni enn hérna 120 gráður hér. Þannig að stýripúlsinn, hann myndast hérna, við getum sett hérna allavega 3 eða fleiri, 4 stýripúlsa og þá fáum við spennunni yfir peruna. Eftir að stýripúlsinn kemur, þá opnum við fyrir stýristórinn, hleypum spennunni og straumnum gegnum peruna og þá fáum við smá, já, svona hálft ljós, getum við sagt, eða er þetta hálft, ég veit ekki, fyrir eftir perunni. Þetta var daufara ljós heldur en ef við værum með peruna alveg tengda beint. En hún fær sem sagt jafnspennu, sem sagt stýrða jafnspennu inn á sig. Þegar þið verðið búin að teikna þetta upp, þá sem sagt sjáum við hvernig spennan yfir stýristórinn myndast. Ég kannski má minnka þetta aðeins þannig að við sjáum þetta allt í einu lagi. Svona. Er það að prófa á föstudaginn? Nei, þetta er verklega æfingin sem við förum í á föstudaginn og við fáum riðspennu hérna. Ég tók bara hérna mynd af riðspennu inn og svo getum við fengið svona sveiflusjá-mynd sem er af riðspennu og það næsta mynd sem við fáum, það er eftir afriðsdíóðuna. Við skoðum hérna þessa rás, það eru 4 díóður og þá náttúrulega fáum við bara þessa mynd hérna sem spenna fyrir alltaf niður í 0 eftir hverjir 180 gráður. Og þá getum við fengið, þegar kemur stýripúls hérna, þá getum við fengið svona spennu yfir álagið. Og fram að því myndast spennan yfir stýristórinn. Það er tíma. Já. Þegar að púlsinn kemur við 60 gráður, þá sjáum við hérna á mælingunni á sveiflusjóni að þá er tíminn 3,3 millisekundur. Síðan ef ég menga myndina aftur þá sjáum við eðlilega spennuna yfir álagið og stýripúlsinn. Sjáum hann hérna á rauðu línunni hérna. Og síðan hérna tengjum við í stýrirásina og þá sjáum við spennuna yfir senedíóðuna sem er bláa línan hérna. Og við sjáum hérna að hún er 7,5 volt, þannig að senespenna senedíóðunar er 7,5 volt og þéttirinn sem að hérna er hér, hvar er hann? Hvar finnum við þéttirinn? Hann er hérna í stýrirásinni. Þessi C1 þéttir, við sjáum spennuna yfir hann hlaðast upp í ákveðina stærð 6,1 volt af því að 7,5 volt var yfir senedíóðuna og þá kemur alltaf bein lína vegna þess að þá fer senedíóðuna að leiða straum og halda spennunni fastri í 7,5 voltum. Það er það sem við sjáum hérna á þessari mynd hér. Hún heldur spennunni fastri hérna í 7,5 voltum en þéttirinn hleðst upp í 6,25 volt og við það þá brotnar Joule-Thomson-transistorinn og sendir straum í gegnum sig og inn á stýriskautið og þess vegna fellur spennan niður í 0, þá kemur spenna yfir álagið, þessar cirka 90 gráður. Og svo eftir að spenna fer aftur í 0 þá byrjar þéttirinn að hlaðast upp aftur og við sjáum það hérna á rauðu línunni, hlaðast upp aftur, upp í brotspennu. Þetta gerist alltaf reglulega þannig að við fáum þessa jöfnu spennu sem við sjáum hérna yfir álagið.
bara þennan hluta hérna fáum við þetta við 60 gráður. Þannig að við ættum ekki að sjá neitt mikið flugt á perunni, kannski eitthvað smá, en þetta alveg reglulegt hérna. Svo getum við sagt, lengt tíman, uppleystur tíman á þéttinum, og þá minnkar þessi spenna hægt og rólega hérna niður þar til að við fáum enga birtu frá perunni lengur. Spennan fer bara alveg niður í 0. Og þannig að ef við skoðum spennuna yfir R5 þá sjáum við líka spennu þéttisins þegar hann kemur upp í 6,2 volt, þá kemur púlsinn á stýriskautið og svo sjáum við jafnframt að spennan fer yfir 56 ohma mótstöðuna þarna, R5, þessa hérna, R5, 56 ohma mótstöðuna, og hún hérna að dvínar spennan hægt og rólega meðan að hún að afhlaða þéttin í gegnum transistorinn. En hann afhleðst mjög snögglega samt í byrjun og við fáum í rauninni næstu því þessa 6,5 volt spennu hérna í gegn, kannski örlítið lægri, kannski munar 0,1 volt eða 0,2 voltum á emitter og base 1. Þannig við fáum næstu því alla spennuna 6,25, kannski 6,1 volt eða segjum bara 6 volt inn á stýriskautið og viðnámið. Þannig að þetta púlsinn sem kemur inn á stýriskautið og fellur hérna yfir R5 svo alveg niður í 0 og svo hleðst þéttirinn aftur upp og við fáum enga spennu inn á viðnámið fyrir en að stýristorinn fær aftur púls, eða sem sagt að Uni-Johnson transistorinn brotnar hérna aftur næst þegar spennan komin upp í 6 volt eða 6,25 volt fyrir framan á emittetum. Þannig að þetta gerist koll af kolli alltaf reglulega og það þessi stýrirás sem að gefur okkur þetta stöðuga ástand að við fáum alltaf stýripúlsinn á nákvæmlega réttri gráðu eða réttum tímapunkti eftir að spennan fellur í 0 volt. Það bara upphleðsla þéttisins sem að gefur okkur þetta. Og náttúrulega að Uni-Johnson transistorinn hann brotnar alltaf á sama stað á sömu spennu. Svo svörum við eftir spurningum, af hverju U-zeta beinlína sem fellur í 0 leið og stýripúlsinn myndast? Og það vegna þess að Zenedion hún heldur fastri spennu og þessi spenna mældist 7,5 volt og í hvaða spennugildi hleðst þéttirinn? Það voru 6,2 volt rúm og þetta opnar Uni-Johnson transistorinn sem merktur T1 á myndinni. Og ef við gerum ráð fyrir að viðnámið milli emitter og base 1 í transistornum sé 0 þegar hann verður leiðandi, hvað ætti þá spennan yfir R5 að vera á því augnablikki? Hún ætti að vera bara sama spennan og þéttirinn hleðst í, sem sagt 6,2 volt. Og við sjáum að hún við sjáum það á sveiflusjóni. Nú hve lengi R5 að afhlaða þéttin? Við getum reiknað það út frá stærð þéttisins og stærð mótstöðunar að þá hún 5,6 mikrosekundur að afhlaða þéttin. Þannig að þetta gerist mjög hratt. Þannig að við fáum bara stuttan púls inn á stýriskautið. Síðan við bara að lýsa virkni rásarinnar í stuttumáli hérna og í rásin í heild, hún kölluð stýrð heilbylgju afriðun af því að við erum með 4 díóður, þá þetta stýrð heilbylgju afriðun. Við erum með brú, 4 díóður svona brú afriðun og það leiðandi heilbylgju afriðun. Ok, síðan stillum mótstöðuna og stilling hennar ræður því hversu mikið ljós við fáum á lagið eða peruna. Tíminn sem þéttirinn hlaðast upp fer eftir á hvaða stillingu stillimótstaðan og þá getum við stjórnað því hvenær við fáum púls inn á stýriskautið á stýristornum. Síðan hleðst þéttirinn, hann
hleðst upp í gegnum stillimótstöðuna og föstu mótstöðuna upp í ákveðna spennu sem var 6,3 volt. Þá byrjar transistorinn að leiða á milli emitter og base 1 og það gefur púls inn á stýriskaut týristorsins sem opnar týristorinn. Spennan á honum fer niður í svona cirka 1,5 volt við það og hlutverk sennadíóðunar er að halda fastri spennu yfir stýrirásina, sem sagt að spennan verði ekki of há yfir stýrirásinni. R1 passar að það fari ekki of mikill straumur sennadíóðuna því að hún þolir bara ákveðið afl sennadíóðu. Þess vegna er R1 hérna í stýrirásinni. R1 hérna takmarkar strauminn hérna sem getur orðið í gegnum sennadíóðuna. Þannig við fáum hæfilegan straum í gegnum sennadíóðuna þannig að hún geti unnið og geti skapað okkur 7,5 volta spennu. Var það ekki 7,5 volt? Við skoðum þetta hérna. Já, 7,57 volt fengum við hérna á sveiflusjóni í þessari mælingu. Já, þá held ég að ég sé komin í gegnum þetta, svo lýsiði hérna æfingunni eitthvað frekar hérna í ályktun og eftirmála. En síðan erum við með einhverja aðra spurningar hérna kannski fyrir aftan. Það er spurt hérna, er hægt að tengja álagið öðruvísi í rásina? En svo er, hvar og hverju breytir það varandi spennuna yfir álagið? Sem sagt, við getum fært álagið, peruna, hérna framfyrir díóðubrúna. En þá fáum við, sem sagt, riðspennu yfir þetta og þá er það í rauninni bara eins og dimmer, eins og stýrð riðspenna. Við getum verið með, sem sagt, straum í sitt hver átturinn í gegnum og við fáum bara klippingu á spennuna yfir álagið. Þegar að við fáum púls í gegnum týristorinn þá bara hleypir hann straum af stað og við fáum þann hluta af reiðbylgjunni sem að er þá eftir yfir peruna. Þá getum við deift hana alveg eins og ef við værum með hana í jafnspennunni, því að eftir díóðubrúnna værum við með hana í jafnspennunni, bara jákvæða spennu yfir hana, en hérna getum við verið með hana í riðspennu hlutanum. Þetta er sniðugt. Og þess vegna getum við hraðastýrt borvél eða eitthvað. Því að hérna höfum við þá snúðrásina. Við þurfum að hafa, já, það er raðtengt segulvafið í borvélinni, þannig að við fáum bara sömu spennu yfir þetta allt saman. En hérna þá myndum við fá sem sagt riðspennu yfir peruna eins og ef við værum með tríakrás, sem sagt, eins og dimmerrás. Við förum í það seinna. Síðan eigum við bara hérna síðast að lokum að lýsa nokkrum öðrum vinnumáta týristórsins, T2 á myndinni. Þegar að týristorinn fær stýripúlsinn á gate, þá leiðir hann á milli anóðu og katóðu, þess að þetta í gegn, og heldur því áfram þó svo að stýripúlsinn hverfið munið eftir að þá myndast þessi sjálfhelda inn í honum, hann heldur leiðnin áfram þar til að spennan fer niður í 0. Og meðan hann er leiðandi þá er svona ákveðin regla fyrir þá spennu sem að myndast yfir hann. Það er 1,5 volt sem að er gefið upp á formúlublaði ef við þurfum að reikna það út í einhverju rás. Þá segjum við sem sagt að týristor leiðandi er með spennufallið 1,5 volt en díóða er með sambarilegt 0,7 volta spennufall. Það er bara meira af svona samskeytum inn í svona týristor og þess vegna er hærra spennufall í honum heldur en í díóða. Já, þá ef það eru engar spurningar þá ætla ég bara að segja þetta gott. Takk fyrir.